Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Hér allt á sínum stað, segi ég. Og ekki best að munda þessari stóru eldspýtu, þessari nútíma flottu eldspýtu sem leysti gamla drega eldspýtuna af. Það hét allavega var einhver eldspýta sem hét drega eldspýta. Ég man ekki alveg hver kom á eftir henni. En þær voru allavega til. Þú sem ert kominu aldur eins og þessi ágæti maður og þá manst eftir henni. En núna þetta bara komið í svona vopnum. Og þykir bara þetta besta mál. Og það verð ég nú að viðurkenna, þetta nú ágætist laust. Reykingamæðurinn nú ekki að sjálfsagt að kveikja sér í sígarettu með svona. Þannig eldspýtan líklega til. Þetta allt of stórt, þetta fer illa í vasa og öllum maður. Og við viljum ekkert svoleiðis. Við viljum ekkert vesen. Við viljum vera það sem að minna vesen. Það allt í lagi. Við getum alveg vanið okkur á það. En stundum þurfum við nú samt að glíma við þetta vesen. Þannig það nú, við sleppum vist aldrei við það. Þá gerum við það með okkar yndislega æðruleysi og þar trúin fremst allra því hún byggir upp í okkur æðruleysi. Þannig að við getum, við þólum meira af svona alls konar sem við gátum engan vegi þólað áður. Að þóla náttúrulega bara orð sem við hefum ekki að nota því að við getum alveg þólað allt og þólum margt og allt saman það. Þannig við sjáum gagnsemi að því að læra upp orði Guðs því að orð Guðs að taka á öllum svona þáttum, öllum svona mannlegum breskleika. Allt þetta tengdu þetta breskleika mínum og þínum. Og þetta eitthvað sem þarf að tala og verður talað ef ekki af mér þá ykkur öðrum. Þannig að þetta verður aldrei þaggað neitt niður. Og það held ég að menn hafi nú lært í gegnum tíðin að þetta verður aldrei þaggað niður því að þú ert nú að heyra eitt gæja tala þetta í dag árið 2024. Og eftir hann kemur einhver og talar ekki minna þetta heldur en þessi maður hefur gert í gegnum tíðina. Eða frá því að hann frelsaðist ekki alla tíð, því miður. Og hann æsannfærari eftir því sem að dagarnir líða ágætið og viklast ekki á að fræða sjálfan sig þennan veg og segir að þetta sé í raun og veru eina leiðin sem að við getum farið það að rækta Guðsviljan, rækta samfélagi við lifandi Guð og lesa orðið hans og vera vel að okkur í orðinu því að það lykillinn að svo mörgu öðru. Það lykillinn að því að þú svona veist aðeins meira lífið og hvernig þetta allt saman Því þetta allt saman í Biblíunni. Þetta allt skráð þar því að sá sem að skerði þessa bók, hann höfundur að þessu öllu. Ég veit að vantrúin ekkert að taka neitt við þessu en við erum ekkert heldur að tala neitt til vantrúarinnar sem slíkrar. Þegar hún komin til trúar eða hluti af henni komin til trúar þá erum bara komin við þetta borð að tala eins og þessi maður gerir. Og þannig hefur þetta alltaf verið vegna þess að orðið það umskapar hjartað og umskapar hjartamannsins frá því að sjá rangt, taka rangar ákvarðanir yfir í að meta þetta réttar. Með öll skilyrði í sinni trú og orðinu að meta allt réttar og alveg hárrétt. Vegna þess að ég og þú og við getum einfaldlega bara hrópað eftir leiðsögn lifandi Guðs. Og ég held við þurfum ekkert meira en kennsluna hans og við höfum leið að honum. Trúin opnaði þessa leið að honum og við erum upptekið við að fræða okkur upp orði Guðs að við veitum að þar erum að fá rétta kennslu.
og svo vöxum við náttúrulega í trúnni og við förum alveg að stóla á okkur sjálf þannig séð að bara ná tökum á orðinu. Við erum fyllt heilögum anda, hann mun útskýra allt. Samfélagið er mikilvægt og nauðsynlegt og þarf að vera, en það er til þess að hressa okkur, það er til þess að styrkja okkur, það er til að uppörfa okkur í þessu öllu saman sem við erum að tala hér. Það hvetur okkur til þess að lesa orðið, það hvetur okkur til bænaiðkuna, það hvetur okkur til þess að stunda samfélag og vera innan annað trúafólk, vegna þess að annað trúafólk, það hefur alla byrjuð til þess að venda okkur og verja okkur. Þannig að við erum sammála þetta trúaða fólk að horfa á orð Guðs. Við erum ekki endilega sammála neitt annað, en við sannmælustum trúna með því að horfa á orð Guðs, lesa Guðs orð, og við erum í raun og veru að lesa sama orðin, sömu orðin, hvar sem við erum stödd, og standa í þessum kafla, í þessu versi og hvar sem er. Þannig við erum að lesa sama orðið, við erum að læra sömu versin og getið við tala sama tungumál og gerum. Hvaða tungumál er talað í heiminum? Það er töluð náttúrulega bara svo mállýska sem gildir í hverju landi fyrir sig, en hvað erum menn að tala er í raun og veru umræða efnið. Og þar skiptast á skinn og skúrir, því að menn heimsins eru bara út allt. Þeir festa sig ekki við neitt. Þeir eru uppteknir við að deila þessu út núna, svo morgun það orðið úrælt og þá komið nýtt fram og þannig bara er þetta. Heimurinn í raun og veru bara ein allsherjar hringa vitleysa. En það náttúrulega fólk sem náttúrulega ekkert vera fólk en ég og þú, en það þarf að heyra Jesú. Og það mitt hlutverk og þitt hlutverk sem þá trúara manneskju að láta vita af þessu, tala þetta og lifa umfram allt annað þessa trú sína. Það við berum með okkur þessa trú þar sem við erum. Og við vitum að þetta hefur allt áhrif. Við vitum að Drottinn sér svo að þetta hafi áhrif, þó að við séum í raun og veru ekkert að ætlast til ykkur áhrifa, þá sér bara Drottinn sitt. Hann er með þennan mann þarna og hann vekur, kannski svona, uppundir athygli, ég veit ekkert það, en það gæti alveg verið þannig, bara því að Drottinn gæti alveg verið að vinna sitt verk í gegnum þennan einstakling með sínum hætti. Við veitum aldrei hverjir eru leitandi, við veitum aldrei hverja Drottinn hefur opnað hjartað á. Og þegar talað að opna hjartað á manneskju, þá verið að tala það að allt í hann komin ykkur áhugi sem ekki var á orði Guðs, eða því sem er Guðs og það allt saman. Þetta er allt saman Guðsverk og hann auðvitað opinbera sitt fólk, þessu fólki, og svo ef hann vil, þá tengir hann þetta fólk saman. Og það kemur inn og verður þá bara einn af oss, ef svo má segja. Við erum ekkert að velja neitt inn í hús Guðs, við höfum ekkert leyfi til þess, en við tökum við þeim sem að koma, vegna þess að við vitum á trúni okkar að Drottinn að senda þetta fólk inn í hvað? Samfélagið. Hann veit, og ég áttaði mig mjög fljótt á því eftir að mín trú kom, að ég að vera í samfélagi. Ég þráði samfélagi mjög fljótt. Ég sá að það varð að vera. Þegar ég var nú svo heppi, ég veit nú ekkert það, við erum kannski öll svona heppin, Drottinn sér bara sína, að ég komst í kynni við trúað fólk og það sem heillaði mig mest, og ég oft talaði það, var þessi samstæða sem ég sá í hópnum. Að menn voru þar og ræddu eitt mál, þetta, sem talað og ég man eftir því að þá var ég að koma úr heiminum og ég þekkti ekkert annað en þras og reyfrild og vitleysu þar og ég man alltaf eftir því að ég sagði þetta er ekki hægt. Hér 20 manna hópur og það allir sammála. Þetta er ekki hægt. Því þetta var alveg nýtt fyrir mér og leið mjög mikil opinberun og ég man alltaf eftir því að ég var þarna alveg svolítið í baðaður vel í það og ég sagði við sjálf, heyrðu, hér vil ég vera.
Ég var ekkert endilega að tala þennan hóp sem þetta innan kristna menn og inn í svona samfélagi vildi ég vera. Þetta kom strax. Af því þetta nýja var komið fram og þetta nýja var að byrja að toga mig þangað sem að Kristur var að störfum. Og hann var að störfum þarna í þessum hópi og hann að störfum á sama hátt í þessum hópum sem að koma saman í Jesú nafni. Það hefur ekkert breyst. Af því það hefur ekkert breyst sem að snýra trúnni. Við þurfum ennþá á þess að halda. Ég þarf á þér að halda og þú þarft á mér að halda sem þá kristnum manni umfram allt annað. Og við erum að rækta trún okkar að því við erum fullorðnir menn og berum ábyrgð á okkar lífi sjálfir og vilja vaksa og gera það sem við getum gert, hvort sem við erum einir eða ekki, og gera það sem við getum gert til þess að vöxturinn haldi áfram, en svo hittum við samfélagið og þá fáum við þessa hressingu, eins og vorum að tala um. Það hressir okkur upp. Það er ákveðin atgangur í gangi sem að hressir okkur, sem styrkir okkur, sem gerir okkur örugg að við séum á réttri leið með okkur sjálf. Það er þess vegna sem að samfélagið er. En sjálfur verð ég alltaf að bera ábyrgð á minni trú því að samfélaginu er ekkert alltaf til að dreifa. Og þetta lærði maður mjög fljótt að maður verða að vinna með þessum hætti og þess vegna eiginlega, svona eftir á að hyggja, þá var það eiginlega mín fyrsta hugsun þegar ég vissi að það var til Guð og ég sagði ég verð að fá mig Biblíu. Man alltaf eftir þessu og það var bara á fyrstu metrunum. Það er ekkert annað en Guð sem er komin þetta til skjalan og byrjar að tala til þessa einstakling því hann var ekkert að þessu til einskis, að því bara. Hann hafði ekkert að gera. Hann er með tilgang með þessu öllu saman. Hann veit allar manneski sem fæðast og hann ætlar öllum manneski sem fæðast stað hjá sér. Hvenar, veit ég ekki, en hann ætlar öllum manneskim stað hjá sér og rærar því öllum árum að sú staða myndist að hann fari inn, en suma missir hann og kannski flesta missir hann. Akkurju? Af því maðurinn er frjáls. Hann ræður hvert hann fer og hvaða ákvörður hann tekur, en suma einhvern veginn bara tekur hann samt. Þannig var með mig, ég var ekkert að hugsa um Guð, þess að ég margótt sagt og vissi ekkert þennan Guð, hafði engan áhuga fyrir honum. Svo allt í einu vakna ég bara og ég segi, það er til Guð. Og það er ekkert vikið neitt frá mér. Og svo kom allt hitt bara í kjölfarið. Og strax þetta, þú var að fá þig Biblíu, man ég alltaf eftir að ég hugsaði mig sjálfum mér. Og ég fekk mig Biblíu og var gefið, eins og ég oft sagt, og ég las Biblíuna, leiðilegustu bækurnar, Mósebækurnar, ég vissi ekkert hvernig átt að lesa Biblíuna, maður byrja bara á blaðsíðu 1 og ég bara byrja á blaðsíðu 1 og það var Mósebók, sem segja sér leiðilegustu bækurnar. Maður var alveg svolítið skeggsósa í ánægju og gleði yfir að lesa þetta og alveg þær hvert orð sem gleypti maður. Fyrsta skipti sem að ég svona þá var ég nú reyndar ekki trúaður. Það gerðist reyndar seinna á árinu sem ég var trúaður. Það var manneskja sem að ég hitti sem að var eitthvað að fást við trúna, eitthvað var hún nú, skiptir ekki máli. Hún sagði, viltu ekki lesa Biblíuna, sagði hún við mig. Ég hef nú aldrei lesið neitt hana, sagði ég. Jú, láttu mig hafa hana og alltaf að lesa hana, getur lesið hana eins og einhver aðra bók. Og ég fer þess að þetta var á sunnudegi, svona hvíld bara og ég fer inn í herbergið mitt og bara leggst upp í rúmið með Biblíuna og opnaði hann einhvers staðar í Gamla testamentinu og las. Og ég las og las meira og svo greinilega hafði ég sofnað og bókin hún lá á brjóstinu á mér, opin, þar sem ég hafði lagt hana frá mér. Og ég held ég að lesið 2-3 tíma og bara svo sofnaði ég frá því. Það alveg gleyptist af þessu orði. Það var einhvers staðar í Gamla testamentinu, ég man nú því miður ekki hvað orð það var. En síðan leit ég ekkert í þessa bók og var ekkert að keypti mér ekki neina bók, ég bara skilaði bókinni og þakkaði yfir lánið og allt það og síðan bara var hún til hliðar þangað til að ég
sem sagt frelsast. Þetta er líklega í maí sem þetta er og ég frelsaðist í október 89, 789 og eftir það var ekki aftur snúið. En frá þeim tíma hafði ég ekkert lesið orð Guðs og þetta var í raun og veru í fyrsta skipti sem ég las orð Guðs og ég man eftir því að það gleypti mig alveg og ég vaknaði með hann á brjóstinu og bara ég datt út af. Eftir 2-3 klukkutíma, Guð má vita hvað. Þetta var svona reynsla. Og síðan hefur mikið vatnið sjá að runnið og þú sér að ég er ennþá upptekinn við orð Guðs og líka upptekinn við það að svona láta aðra menn vita hvað best sé að gera í þessu máli og ég held við séum alveg sammála það að þú gerir ekkert betra heldur en að fræðaðu upp róði Guðs því það er svo orðið svo stór partur af þér, trúin í hjartaðinu, hún hrópar eftir þessu samfélagi við orð Guðs og þú skilur það betur að því þú ert farin að skilja betur trúna en áður var. Þetta hangir alveg saman. Við erum hérna í orði Guðs og ég var að tala áðan þegar ég byrjaði að lesa Biblíuna, gerði það náttúrulega alveg kolvitlu sem að byrjar ekki á blaðsíðu 1 í Biblíunni en ég gerði það því ég var annars að lesa bækur þannig. Og ég las ég langt inn í Biblíunni, ég las hana nú ekki alla, en ég held ég að nú lesi hana, ætli kannski fram að Samúelsbók að ég man það ekki. Allan ég las þetta alveg bara eins og hersöðingi, svo fór ég að átta mig á því að þetta væri nú kannski ekki alveg svona sem að Biblían væri lesin. Þannig að ég tók upp nýja háttu og einhendi mér í Nýja testamenti og ég hef nú verið síðan Nýja testamentismaður miklu meira heldur en Gamla testamentismaður en ég er ekkert á móti því að hún sé Gamla testamenti sé skoðað og þaul kannað. Þetta er auðvitað bara orð Guðs. Þetta er samt annar vettvangur. Nýtt er tekið við og það tók við í Kristi. Og það er eðlilegt að hann sé þó með stað þar sem þetta nýja er greint frá þessu gamla og það er Nýja testamenti og það má segja að það sé greint frá þessu gamla á þess að úrelda það, það úreldir það en ógildir ekki. En hérna erum við í 3. Mósebók í 4. kafla. Við ekki að lesa þar nokkur vers. Drottinn talaði Móse og sagði, ávarpaði Ísraelsmenn og sagði, nú syndgar einhver á vanga og gegn einhverju því sem Drottinn hefur bannað. Ef presturinn sem smurður hefur verið syndgar og bakar þjóðinni segt, skal hann færa Drottni naut, lítalaust ungneiti í syndafórn fyrir þá synd sem hann hefur dreikt. Hann skal leiða nautið að dyrum samfundatjaldsins framfyrir augliti Drottins, leggja hönd sína á höfuð nautsins og slátara því frammi fyrir augliti Drottins. Því næst skal smurði presturinn taka nokkuð af blóði nautsins og bera það inn í samfundatjaldið. Presturinn skal dýfa fingrum sínum í blóðið og stökkva nokkra af því 7 sinnum framfyrir augliti Drottins við fordald helgidómsins. Fórn fyrir synd var reglan í Gamla testamentinu og í Gamla sáttmála. En fórn fyrir synd var afgreidd í eitt skipt fyrir öll með dauða Jesú Krist og upprisu hans og núna sem sagt í trúnni minni geti komið fram fyrir Drottinn með það sem að ég kasta þess vegna til vera synd til þess að fá hana fyrirgefna fá hana fyrirgefna og það er sjálfgefið mál og það kemur. Ekkert meira, ekkert vesen. Að slátra dýri og vera með þess að fórnar hátíðir ég geta ekki það. Þetta var ekkert nema vesen við þetta. En þetta er allt saman
lagt til hliðar og það búið einfalda þetta alveg rosalega mikið. Nú kem ég bara fram í Jesú nafni og ég iðrast fyrir það sem ég hef gert sem rangt og fæ fyrirgefnar syndindunum mínar, en reynið þetta að læra af og ég synga ekki framar eins og Drottinn sagði við hórsöku konuna sem var staðin að hórdómi og það átt að grýta hana og gera þá vilja lögmálsins. En Drottinn afgreiddi það nú með flinkum hætti svo hans von og vís og sagði: sá við þar sem syndlaus kasti fyrstur steini á hana og allir yfirgáfu svæðið því að hver af þeim var syndlaus. Enginn, þetta yfirgáður manneskjun á þess að gera henni neitt megin. Og Drottinn segir: ásakaði enginn. Nei, enginn, svaraði konan. Ég geri það ekki heldur. Svo segir hann þetta: far og synga ekki framar. Þegar hann búin að fyrirgefa þér syndirnar, þá segir hann þessi orð: þegar þú ferð, yfirgefur hann, far og synga ekki framar. Far til að gera hvað? Nú, til að gera það sem Drottinn að boða. Hvort sem það trúboð eða lestur eða samkunda eða hvað sem það til að þú getur gert það sem hann að boða. Því að þú heldur náttúrulega áfram að vera manneskja að ganga á tveimur fótum og álykta margt og gera margt og allt saman það breytist ekki neitt. En núna ertu komið með Jesú í hjartað og fyrirgefningu hans og hann segir við mig: Konráð, syngaðu ekki framar. Hef ég ekki syngað framar? Ekki mér vitanlega nein. En ég bið Guð samt oft að fyrirgefa mig syndirnar. Þá það kannski meira svona duldar syndir sem að maður átt að sig á að hafa framið og það allt í lagi að vera með þessa hugsun og maður getur alveg komið með þetta allt fram fyrir Drottinn því að hann veit allt. Það allt í lagi að biðja Drottinn að fyrirgefa sér syndirnar þó maður sé ekki meðvitaður neitt. En Guð ekki ég og hann sér þetta margt af því sem ég geri öðrum augum en ég. Og þetta eitt af því sem að lærist í gegnum trúariðkunina og því sem við erum að gera ég að lesa orðið og allt saman það. Það vekur upp alls konar svona í okkur sem að við komum hreinlega bara fram með fyrir Guð og segjum: ef okkur finnst það, fyrirgefðu okkur. Og hann gerir það, hann fyrirgefur okkur. Guð ekki eins og ég og þú, hann elskar að fyrirgefa. Hann elskar að breiða yfir og bæta það sem var svona í einhverju rúst, ég tala nú ekki það. Hann í því að reisa þetta allt saman við og endurbyggja það sem ástæðir til að endurbyggja og koma aftur fyrir á sama stað. Þetta svo Guð sem ég þekki, þetta svo Guð sem ég þjóna og vil vera undir náðinni hjá. Mér nægir alveg það. Hvað menn hins vegar gera, það bara, ég ræði ekkert við það. En ég vil þjóna Guði og þess vegna ég að gera það sem ég að gera. Ég að lesa orð Guðs og ég að hvetja þig til þess að lesa orðið ekki fyrir mig. Þú mátt alveg þú vilt. En fyrst og fremst fyrir þig sjálfan og sjálfa. Þegar ég alveg svo þú þarf að vita deili á orðið Guðs og meta mín mál út frá því sem orð Guðs segir. Þetta kennslan sem hefur verið borin fram alveg frá dögum trúarinnar, frá því að trúin fyrst kom til skjalana og Kristur fór að kenna og vísa í það sem hann hefði að segja. Og ég að vísa í það sem hann hefur að segja. Það sem Nýja testamentið, hann hefur lögamæla þar, en Gamla testamentið, það svona vísar hér og hvar til komu Drottins. En kannski ekki svo mjög Drottinn, en það aftur á móti, það allt saman finnum við í Nýja testamentinu og kannski mest Guðspjöllunum. Þau eru mér allavega mjög kær, en ég les samt allt Nýja testamentið bara frá byrjun til enda og þannig hef ég gert alla mína trúargöngu og geri enn. Hvar ég í dag, ég held ég að vera að byrja á Hebreabréfinu, ég var að byrja þar. Og hvar ég búin að lesa Hebreabréfið oft, ég hef ekki töl á því. En ég búin að vera að lesa þetta Nýja testamenti
frá því að ég frelsast, og ég er búin að vera frelsaður í yfir 30 ár, eða ekki 35 ár. Þannig að þú sér það, ég er búin að lesa allmörgum sinnum í gegn allt Nýja testamentið frá stafi til stafs, og kann ég það ekki utan að. Ég kann ekki utan að og ekki heldur orð Guðs. Og ég læri svo sem ekki utan að og legg getur mikla áherslu á að læra mikið utan að, því að ég er bara með þetta fyrir fram að mig og lesa þetta á hverjum degi og búin að gera í öll þessi ár, og þetta er svo sem góð regla og það má alveg svona hvetja menn í þessa átt, en þetta er engin skipun. Ef að menn finn ekki þetta hjá sér sjálfum, að þá er til lítið fyrir mig að vera eitthvað að strögglast á því, að stagla á því. Það verður hver og einn að fá að ráða þessu sjálfu. En hérna við erum núna í Markus og Guðspjalli og við lesum eitthvað þar. Við höfum alltaf lesið einhvað í þessum svokölluðu biblíu þáttum okkar. Og við erum núna í 11. kafla. Og yfirskriftin er Jesú fagnar. Jesú fagnað. Þegar þeir nálgast Jerúsalem og komu til Betfage og Betaníu við Ólífufjallið, sendir Jesú 2 læri sína og segir þá: farið í þorpi hér framundan ykkur, leið þið komið þangað munu þið finna fola bundinn sem enginn hefur enn komið á bak. Leysið hann og komið með hann. Einhver spyr ykkur hvers vegna gerið þið þetta, þá svarið honum. Þá svarið drottinn. Þá svarið drottinn þarf hans við, hann sendir hann jafnskjótt aftur hingað. Og þeir fóru og fundu folan bundinn við dyr út á strætunni og leystu hann. Nokkur sem stóð þar sögðu við þá: hvers vegna eru þið að leysa folan? Þeir svöruðu eins og Jesús hafði sagt og þeir létu þá fara. Síðan færðu þeir Jesú folan og lögðu á hann klæði sín, en hann settist á bak. Og margir breyttu klæði sín á veginn, en aðri lim sem þeir höfðu skorið af trjám. Það verið mikið atgangur þarna og þetta verið ekki alveg gríðarlega mikla athygli. Allir að fagna og gleðjast. Eitthvað margir af þeim sem þarna er að fagna og gleðjast stóðu öskrandi gegn honum þegar hann var búið að handtaka hann og allt komið í uppnám allt í kring, og sem við vitum að endaði á krossinum. Ég veit það ekki. En svona er nú lítið hægt að treysta á menn. Fagnaðarlæti þeirra geta breyst mjög fljótt í andhverfu sína og í hreinar ofsóknir. Þannig það er ekki þetta sem við getum treyst neitt á. Við elskum hins vegar fólkið og höldum áfram að elska það og gera vel við það. En við treystum Jesú. Og við fræðum okkur Jesú. Því hann er okkar styrkur, hann er það sem við eigum í hjartanu okkar, og það er honum mjög þóknanlegt þegar við viljum sjálf fara þessa leið að vilja fræðast meir hann. Því hann veit, og ég veit það og viðurkenni það, hann er vegurinn. Það er ekki til neitt annar vegur nema Jesú. Þetta er það sem maður hefur lært, og ég veit að þú tekur undir þetta svo fremi sem þú ert að stúdera þetta eins og ég. Sem ég reyndar að veita ekkert en þetta bið að þú gerir. Því að þetta er gott fyrir mig og þetta er jafn gott fyrir þig, hver sem þú ert. Og hvaða skoðun ég raun og verið sem þú ert með á þessu í dag. Ég var einu sinni með þó skoðun að það var ekkert gagn í þessu. En núna segi ég, það er allt gagn í þessu. Og ég raun og verið hef blásið á allt einn. Og þessu hef ég þjónað, Jesú hef ég þjónað og ég þjóna honum enn. Og er ekkert að veiklast neitt í því og held því áfram. Og þetta er í samfélagi því að drottin uppáleggur það að við séum í samfélagi. Þetta sá maður líka fljótt. Maður var að tilheyra einhverju samfélagi. Maður var að vera innan annað trúað fólk, og ég sem sagt kynntist ég líka á því sé neitt að kvarta hvað maður saknaði mikið að geta ekki deilt með öðrum manneskjum trú sinni og þegið frá henni það sama, og þannig byggst upp með annari manneskju.
Því að það sem ég bjó í nokkur ár, þar var ekkert þetta og við náttúrulega höfðum bara okkar ágætu þjóðkirkju og ég sótti í kirkju þar og naut blessunar þar, alveg eins og, bara eins og þessi kirkja þetta segir mér það að þjóðkirkjan líka gefin Guði. Því að þegar ég í fyrsta geti sá Jesú, það var nú í þjóðkirkju. Ég man alltaf eftir því að það var, ég oft sagt frá þess að það átti að fara fram brauðsbrotning í kirkjunni, sem sagt í næstu messu. Þessi brauðsbrotning var tilkynnt í messunni þá og það var messað á hálfsmánaðarfresti og þessi tilkynning kemur þar frá presti og ég alveg, ég ætla að fara þarna. Og svo kem ég og leist nú ekkert á þetta maður og auðvitað hættur við þetta fyrir löngu áður en kom að því. Það var bara tekið í axlirnar á mér og ég bara setti fram á gang þegar ég vissi ekkert af mér í raun og veru þegar ég var komin fram á gangin og var að ganga í átt að altarinn. Þannig var þetta, ég veit, þú trúir ekki orðið á þessu, en þetta var svona. Og veitir menn, ég stend þarna í þjóðkirkju og þá blasir hann bara við mér. Hann stóð þarna fyrir fram að mig. Ég sá hann ekki, ég vissi á hann hann. Seinna vissi ég hvað hann sagði. Hann benti svona með fingrunum, gerði svona eins og ég að gera. Hann sagði, Konráð, ég líka í þessari kirkju, þú þarft ekki að fara neitt annað til að finna mig. Og þetta ennþá staðfest ekki til mín að víst þjóðkirkjan kirkja drottins. Ég bara hefur reynt það sjálfur. Ég mætti honum það í fyrsta skiptið í öllu sínu veldi. Hann vissulega þar. Við tölum allega þjóðkirkjuna og tölum hana með allir þeirri virðingu sem henni ber. Drottin á marga í þessari borg, segir á einu stað. Og þetta það sem hann sagði, Konráð, þú þarft ekki að fara að finna, ég líka hér, þú þarft ekki að fara neitt annað til að finna mig. En hann bannaði mér ekkert að fara neitt annað og ég, svo sem ætlaði ekkert að vera neitt annað en í þjóðkirkjunni, ég stóð aldrei neitt annað til en svo fór í suður og þá fór maður að kíkja á þessu söfniði og á þess að svo ílengdist ég þar. En þetta fylgdi mér alltaf að þú þarft ekki að leita mín annars þar, ég líka hér. En hann gaf mér auðvitað valkost, en hann vildi að ég vissi þetta og myndi þetta og ég mann þetta. Og svo kom að brauðsbrotningunni, svona fyrstu alvöru brauðsbrotningunni, þar sem ég virkilega sá blessunin af brauðsbrotningunni og það var nú ekki heldur í Fríkirkjusöfninni, með allir virðingu fyrir þeim, heldur var það hjá Kristniboðssambandinu. Ég var svolítið þar tíma og við vorum upp í Vatnaskógi á móti og svona í lok stundarinnar eða þess prógrams var brauðsbrotning. Það var eitthvað 500 manna hópur sem var þarna, mikið fjölmenni ofta á þessum mótum hjá þeim og það fóru allir í brauðsbrotningu og það hagaði svo til hjá mér að ég var fyrstur, með þeim allra fyrstu. Það tók við efnunum og ég man eftir því að ég settist bara á fremsta bekk og ég gat fylgst með öllum, þannig að ég sá alla taka brauðið og þessa brauðsbrotningu og ég sá því líka dýrð yfir þessu dæmi að ég horfði bara með andakt á þetta, algjörlega andakt og límdur við verkefnið þangað til því lauk og hvað hefði lengi verið að afgreiða 500 manna hóp, það nokkur tími. En þarna læriði ég rosalega leksíu og sá dýrðina sem að brauðsbrotningunni fylgir. Ég búin að fara í óteljandi brauðsbrotningar síðan en ég hef aldrei upplifað þetta eins og þá, enda þarf ég það ekki. Drottin ekkert endilega að sína okkur bara í hver skipti sem að hann gerir einhvað það sem að Ég bara mann þetta og ég veit að þetta heilu stund. Brauðsbrotningin. Ég fekk að kynnast því
ég ætla að ekki verið í annað skipti sem að brauðsbrotningin fór fram. Fyrri brauðsbrotningin hérna í Norðfjarðarkirkju, hún var, allan hafi ekki verið 2 árum fyrr, ég hugsa það nú. Maður var ekkert mikið á ferðinni í þessum kirkjum á þessum tíma, en komuð alltaf við í Norðfjarðarkirkju hálfsmánaði fresti, því að á þeim tíma voru bara stundir og ekkert þar á milli. En hér er ég ennþá með bókina sem presturinn í Norðfjarðarkirkju predikað upp úr, og alveg svo aðrir prestar gera. Þannig að við höfum ekki verið að gera lítið úr hérna þessum þáttum, því að Drottinn hefur sýnt mér það að hann er líka þar sem við höldum hann sé ekki. Hann er í þessum kirkjum sem að hann á, og hann er í þjóðkirkjunu, og hann benti mér með alveg skýrum hætti að hann væri líka þar. Og þetta í raun og veru, þessi vissa mín, hún fekk mig til að draga svolítið lappirnar með að færa mig alveg yfir í söfnuð, þessa frjálsu söfnuði, þó ég væri í raun og veru komin þangað. Ég eiginlega dró lappirnar með að láta skrá mig þar, en svo gerði ég það því að þetta var bara svoleiðis og ég var allt í lagi með það. En ég man alltaf eftir þessu þegar hann benti mér á að hann væri líka í þjóðkirkjunni. Og akkur er ég að tala þetta núna? Ætla sé bara ekki til þess að menn svona ígrundi þetta líka. Því ég veit alveg hvaða skoðun sumir hafa á blessaðri þjóðkirkjunni. En ég þakka Guði fyrir það að ég hef aldrei verið þar. Að ég fekk annað til mín sem að bara hreinlega stoppaði alla slíka pælingu hjá mér. Þannig að Drottinn er búin að vera góður við þennan stóra feita kall sem ég er að horfa á og hlusta á. Þetta var gaman. Þetta er búið að vera mjög gaman, það verð ég nú að segja. Þetta er búið að vera tóm skemmtun og gleði, já, í þessi 35 ári raun og veru. Ég vil ekki, já, ég er alveg til í að endurtaka þetta allt aftur, en ég þarf þess ekki því að það er nýtt á hverjum degi. Það er alltaf ný byrjun á hverjum degi og nú er nýr dagur og við erum að lofa Guð eins og við hefum gert síðustu 35 ár, eða ég. Ég sé ekki eftir neinu og ég líti ekki svo að þetta sé tóm tíma eðsla. Ég hef sjálfsagt varið tíma mínum oft óskynsamlega, en ég er honum ekki óskynsamlega með því að lofa Guð. Það er langt síðan ég lærði það og ég bakka ekkert með það að svona er þetta. En það er svona farið að styttast í þessu hjá okkur og eins og alltaf og þá er gaman að sinna þessu verkefni og líka gaman að vita að þetta er að blessa mann og annan og menn svona fá hughrifstingu og styrka af og tilgangurinn ekkit annar. En það er líka það sem við viljum leggja áherslu á hér, það er þessi ábyrgð mín og okkar á trúnni okkar. Og við lesum sjálf, við byggjum þetta, við rækjum okkar safnaða samkomur og þetta er hvatningin sem ég vil skilja eftir hjá þér. Vertu í orðinu, vakstu í orðinu, ræktaðu þitt samfélag með trúfesti og láttu þykja vænt samfélagi því að það er alveg þessi verð að láta sér þykja vænt það því að það er bara lífið sjálft að hafa það. Þú vildir ekki hafa það, já þú vildir ekki missa það. Ég var ekki í samfélagi fyrstu árin mín og ég saknaði þess alveg mjög. En núna hef ég allan aðgang að samfélagi eins og ég vill og kannski er svo mikið að maður er eiginlega farin að velja. En þetta er allt í staðar. Og ég er hér að lofa Guð á þeim stað sem hann vill að ég lofi sig á og þú ert að njóta afraksturinn af því að þú ert að heyra í þessum ágæta Biblíu þætti okkar. En það er komið tími og við erum tímas menn og bökkum ekkert með það. Ég kveð verð hér að vikulíðinni með nýjan þátt. Verið þið sæl.